Næst á mælendaskrá Hildur Sigurjónsdóttir frá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Hör. Eða, svo við erum með, það ég með tvær. Ég hélt að tölvupóstur sem ég fekk í morgun væri uppfærsla, en það var kannski eitthvað ruglast í því, vegna þess að í eldri útgáfu að þá var sagt að nú kæmu til Jóhanna Guðjónsdóttir og Agnes Tryggvadóttir. Nei. Já, og þú ert fyrir, ég sé ekki, já, þú ert Jóhanna. Við gerum ráð fyrir því í upphaflegu, í eldra dagskráni, þannig að vertu velkomin, Jóhanna. Ég svo sem átti vona að koma bara eftir hádegi með Agnesi, en ég tek þetta bara á kassan. Ég heiti Jóhanna Erla, félagsráðgjafi og teymisstjóri félagsráðgjafa á bráðamóttökunni í Fossvogi og í móttöku heimilisofbeldis á Landspítalanum. Agnes sem ætla að vera með mér sálfræðingur og teymisstjóri yfir áfallteyminu sem hluti af móttöku heimilisofbeldis. Það fór af stað samræmt verklag í heilbrigðisþjónustu við móttöku þolenda heimilisofbeldis fór af stað á haustmánuðum 2022. Þetta verkefni var á vegum heilbrigðisráðuneytisins og Landspítala. Og þetta markmið að samræma verklag í heilbrigðisþjónustu þannig að allir þolendur alls staðar á landinu fái sömu þjónustu hvaðan sem þeir koma. Landspítala var farið að gera samræmda verklag og kynna það fyrir heilbrigðisstofnunum og markmiðið var að draga úr alvarlegum afleiðingum ofbeldis, draga úr líkum og stigmögnun, lækka áverkaskor og draga úr endurkomum og ítrekuðum komum og fækka innlögnum og stytta lyfjatíma. Þetta var markmiðið sem var sett í upphafi og ennþá í gildi. Við tökum við tilvísunum alls staðar af landinu frá öllum heilbrigðisþjónustum og veitum þjónustu óháð búsetu. Við erum með líka fjarfundabúnað þar sem við veitum viðtöl í gegnum fjarfundabúnað. Áhersla lögð á möguleika á fjarheilbrigðisþjónustunni, það símaráðgjöf, við erum mikið í símunum, tökum viðtöl þar líka, fjarfundi og rafræn samskipti. Og síðan verið að forrita rafrænt skráningaform sem ekki farið af stað, en það verið að vinna í því að hanna það og það verður aðgengilegt í sjúkraskrárkerfinu hjá okkur. Og svo erum við búin að vera að setja saman fræðsluefni og erum að kynna verklagið og móttökuna all land. Skilgreining og heimilisofbeldi, ég veit að svo sem búið að fara í það aðeins í morgun, en með orðunum heimilisofbeldi og ofbeldi í nánu sambandi átt við ofbeldi milli náinlega tengdra aðila, svo sem milli núverandi og fyrrverandi maka eða sambúðaraðila, hvort sem aðilar skráður í sambúð eða ekki af hálfu niðja eða annarra sem búa heimili viðkomandi í hans umsjá. Ákvæði getur jafnframt tekið til fólks sem verður fyrir ofbeldi og býr í búsetukjarna fyrir fólk með fötlun og til eldra fólk sem býr á dvalarheimili. Heimilisofbeldi skilgreiningin yfir allt þetta. Ofbeldi í nánu sambandi ofbeldi á milli einstaklinga sem hafa verið í sambúð eða sambandi. Þannig að það eru tvær skilgreiningar á þessu. Og eins og Eygló búin að koma á í morgun að þá þarf ofbeldi ekki að eiga sér stað inn á heimili þó það sé falið í orðinu heimilisofbeldi. Móttakan tilheyrir áfallteymi geðþjónustu sem hluti meðferðareiningu lyndisraskana á geðsviðinu. Sálfræði þjónustan, áfallaþjónustan, hún niður á Kleppi, með staðsett þar á göngudeild Klepps og félagsráðgjafarnir eru staðsettir á bráðamóttökunni í Fossvogi. Við erum 4 félagsráðgjafar sem sinnum öllum þolendum heimilisofbeldis á bráðamóttökunni og það eru með minni 10 sálfræðingar sem sinna öllum viðtölum fyrir þolendur. Við erum á vakt alla daga, alla virkadaga þar að segja frá 8 til miðnættis og helgar frá 10 til 6
en til stendur að vera í bakvakt allan sólarhringinn, þannig að við getum tekið á móti eða farið inn í öll mál, heimilisofbeldismál sem koma á bráðamóttökuna á þessum tíma. Og tilvísanir berast til okkar frá heilbrigðisstofnunum. Það að segja, þið getið labbað inn á hvaða heilbrigðisstofnun sem þó sé heilsugæslan, læknavaktin, hvar sem og óska eftir tilvísun í teymi til okkar. Og það eru læknar eða hjúkrunarfræðingar sem geta sent bara í gegnum heilsugáttina. Það er líka hægt að koma inn á bráðamóttökuna og við tökum við ykkur þar. Aðeins að fara bara í verklagið. Það er hérna semst að þú kemur inn, ég vil taka bara dæmi af bráðamóttökunni. Þú labbar inn á bráðamóttökuna og segir að þú hafir orðið fyrir heimilisofbeldi og þá fer ákveðið verklag af stað hjá okkur. Það er að segja að þú fær forgang inn til okkar og við félagsráðgjafar erum kallaðir til og tökum á móti þér og komum þér í skjól. Við tryggjum öryggi þolanda þegar við komum bráðamóttökuna. Við förum yfir að hver með viðkomandi, ef að trakka síman hjá viðkomandi, hann hræddur. Gerandi fyrir utan, könnum það og könnum aðkomu, þarf aðkomu barnaverndar, spyrjum alltaf börn, hvar þau eru, voru þau vitni, ekki vitni. Það breytir því ekki að ef ofbeldi á sér staðinn á heimili, hvort að börn séu staðsett eða ekki. Það fer alltaf ákveðið verklag í gang varðandi barnavernd. Og við förum yfir það með þolanda, af því ég veit að þolendur eru oft mjög, þeir eru mjög hræddir við barnavernd oft á tíðum. Þannig að við förum yfir það stig af stigi hvað gerist. Þannig að það mun ekkert koma þér á óvart. Og síðan fer fram mat á áverkum. Það er að segja hjúkrunarfræðingar og læknar koma inn. Ef þeir eru ekki þegar komnir inn í málið, það fer eftir alvarleika. Við veitum sjálfnæna skyndihjálp. Við reynum að róa aðstæður og róa þolanda. Við bjóðum lögregluna. Við bjóðum að lögreglan koma á staðinn til okkar og við erum í mjög góðum samskiptum við lögregluembættin varðandi þetta. Og það sem við erum líka alltaf að reyna að útskýra og við erum að reyna að koma í veg fyrir þessa mýtu sem í gangi, það að þó að við köllum til lögreglu koma á staðinn, þá þýðir það ekki að þú sért að kæra. Við leggjum mikla áherslu á að ofbeldi sé tilkynnt til lögreglu þannig að það sé skráð. Það er mjög mikilvægt í öllu þessu ferli. Þannig að við útskýrum hvert þrep fyrir þolendum. Svo tengjum við samfélagsleg úrræði, góðum samskiptum við Kvennaathvarfið og Bjarkarhlíð, sem ég segi lögregluna, barnavernd og félagsþjónustan og önnur úrræði sem þurfa að koma að málinu. Við bjóðum öllum þolendum að þiggja viðtal hjá sálfræðingi í áfallateyminu þeim að kostnaðarlausu og þeir geta fengið eins mörg viðtöl og þurfa þykir. Það er engin biðtími inn í áfallateymi, þú ert ekki að bíða eftir þjónustu. Sálfræðingur hefur samband næsta virka dag þegar beiðni hefur farið af stað og þú færð svo viðtal innan viku helst, mögulega 1,5–2 vikur sem er biðtími, semst eftir viðtalinu, en þú færð þjónustu strax. Í áfallateyminu er veitt náttúrulega áfallahjálp, það farið í áhugahvetjandi samtal, þeir setja upp öryggisáætlun og svo hagnýtur stuðningu sem þeir veita. Síðan meta þeir hvort að það verið farið í gagnreynda áfallameðferð, eða þeim þolendum sé vísað þangað og þverfaglega meðferð. Þeir vinna í því bara með þolendum. Síðan það stuðningu vegna kærumála og dómsmála sem við veitum í öllu ferlinu. Við ætlum að fara aðeins betur bara yfir hlutverk okkar félagsráðgjafana og svo sálfræðingana. Við förum yfir atburðarásina, við reynum að koma í veg fyrir það að þolendur þurfa að segja frá oftar en einu sinni, oftar en tvisvar. Þannig að það er yfirleitt bara, ef ég fer fyrst inn að tala við þolenda, þá skrá ég allt niður og þá þarf hjúkrunarfræðingur að læknir ekki að afla sömu upplýsinga og það er svo öfugt. Við metum félagslegar aðstæður, tryggjum öryggi. Ef að viðkomandi fer heim aftur til geranda, þá erum við búin að setja upp öryggisáætlun þegar viðkomandi fer heim. Við könnum hagi og öryggi barna eftir þörfum, veitum hennar sálrænum stuðning, við komum málunum í farveg og við erum málastjóri þar til meðferð lýkur. Það þýðir að þó þú sért útskrifaður af spítalanum eða bráðamóttökunni, þá fylgjum við þér eftir. Við lokum ekki á viðkomandi fyrir að nærþjónusta hefur gripið utan þolanda. Þannig að það er alltaf, við erum alltaf í samskiptum þangað til einhver annar hefur gripið málið. Og við bjóðum þess þjónustu áfallateymis og áfallateymi gerir það sama. Og það þýðir líka að þó að við séum hætt og nærþjónustan er búin að grípa viðkomandi og málið fer svo í kæruferli og fyrir dóm, þá getur alltaf leitað til okkar tilbaka til að fá stuðning. Og við förum með þér í gegnum
dómskerfið raunverulega. Þannig að við getum verið með mál á okkur í 1-2 ár þó að sé ekki mikil sterting endilega í einhvern x langan tíma. Þannig að þetta það sem að hlutverk málastjóra. Og svo það sálfræðingur eins og ég sagði áðan, hann hefur samband við þolanda næsta virka dag og metur þörf og það sem sagt áfallahjálp, öryggisáætlun, áhugahvetjandi samtal, fer ákveðin greiningavinna stað og síðan það meðferð þá við áfallastreitu röskun ef að slíkt fyrir hendi og stuðningur samhliða meðferð málsins réttarvörslukerfis. Og svo erum við með viðbótarþjónustu í móttökunni fyrir þá sem þurfa til dæmis sjúkraþjálfun eða iðjuþjálfun. Þannig að við erum með sjúkraþjálfara og iðjuþjálfa með okkur í teymi. Þannig að þetta svona þverfagleg þjónusta sem við erum að veita öllum þolendum. Við bjóðum aðkomu lögmanns líka réttargæslumanns sem getur veitt ráðgjöf þegar þolendur taka ákvörðun að kæra þetta tilraunarverkefni og er gert í samvinnu við neyðarmóttökuna. Við erum að nota svo með réttargæslumenn og þeir eru með þar. Þannig að þeir fá alltaf boðum það ef þeir ætla að fara með máli í kæruferli að þá getum við kallað til réttargæslumann. Svo hérna bara aðeins ofbeldishjólið, þetta völd og stjórn, þetta eitthvað sem við sýnum öllum þegar við erum að kynna okkur og fræða að ofbeldi snýst bara vald og stjórnun og ofbeldi eins og búið að koma fram í náðan ekki bara líkamlegt ofbeldi. Það eru þvinganir og það eru hótanir, það stjórnun með orðum, þessi fýlustjórnun, tilfinningalegt ofbeldi, einangra viðkomandi þolendur, það líka mjög algengt. Það að segja að þessi fýlustjórnun þegar þú fer út að þá ger ég allt þess að eyðileggja fyrir kvöldu og hafa þig heima. Ég banna þér að heyra í fólki, ættingjum, vinum, ef þú fara að heimsækja foreldra þína, það alltaf eitthvað vesen í kringum það. Það þessi stjórnun sem við sjáum mikið og svo að gera lítið úr afneitun og ásaka, það að lækka sjálfstraust þolenda eins mikið og hægt þannig að þú hafi fulla stjórn á þeim. Börnin, þau eru oft notuð því miður sem þungamiðja í ofbeldi, heimilisofbeldi og það til eitt sem heitir heimilisofbeldi gegn dómskerfið. Það að segja þegar viðkomandi að skilja, þolendur taka kannski ákvörðun að skilja, að þá eru börnin notuð gegn dómskerfið. Þau eru látin bera upplýsingar á milli foreldra, það verið að hóta umgengni, verið að hóta forsjóni, það verið að mála þolandann sem geðveikan innan geðsalappa. Alls konar svoleiðis. Svo verið að nýta sér forréttindastöðuna, taka ákvarðanir án samráðs til dæmis, koma fram með eins og þú sért þjónn þín eigin heimili. Þannig að ofbeldi ekki, og svo náttúrulega fjárhagslegt ofbeldi, þannig að heimilisofbeldi ekki bara líkamlegt og andlegt. Það eru allar tegundir af því og við erum að sjá það hjá okkur. Mjög mikið. Og þegar við förum inn í mál, þá fólk kemur kannski bara bráðamóttökuna því það með kvíða, hjartsláttartruflanir, eitthvað slíkt, svo farið aðeins að tala við viðkomandi, þá kemur í ljós að það andlegt eða líkamlegt ofbeldi að ræða til dæmis. Og það veldur kvíða og alls konar líkamlegu einkennum sem þau kannski átta sig ekki á. Og við erum mjög uppteknar af því við erum allar stelpur, af því að tala ofbeldi upphátt. Við erum mjög óhræddar að fara að tala við fólk og við tölum orðið ofbeldi. Gerum náttúrulega á réttan hátt, en við tölum mikið og opinskátt þetta því þetta ekki þeirra skömm. Og það það sem við erum að vekja athygli á. Þetta eru tölur svona bara aðeins að sýna ykkur, fjöldi þolenda sem ykkur þjónustu frá okkur. Og eins og við sjáum 2022, þegar verkefni fer af stað, þá það 40 einstaklingar. 23 þá þetta komið upp í 97, 24, 108 og í september voru þetta 110, við erum komin í rúmlega 120 núna. Einstaklingar sem að leita til okkar á bráðamóttökuna eða koma í gegnum móttöku heimilisofbeldis. Þannig að þessu fer fjölgandi. Þetta aldurssamsetningin, mér forvitnileg því ég var að taka hana saman. 23 þá var yngsti þolandinn 21 og elsti 86 ára. 24 þá yngsti þolandinn 11 ára og elsti 87 og svo 25 yngsti 4 ára og elsti 93 ára. Þannig að þið sjáu að við erum að taka á móti öllum aldurshópum
En algengasti hópurinn þarna 26 til 45 ára cirka. Það svona algengasti hópurinn sem að leitar til okkar. Þannig að það var svona pínu fróðlegt að sjá þetta og svo 67 plus tók ég saman og þið sjá að þeim fyrir fjölgandi og það svolítið út af vitundavakningu varðandi ofbeldi gegn öldruðum. Við erum að sjá aukningu hjá okkur í fullorðnum börnum sem að beita börnin sín ofbeldi og þeir einstaklingar eru að leita til okkar en þeir koma ekki prímært á bráðamóttökuna vegna heimilisofbeldis sem koma á staði heldur vegna annarra líkamlega einkenna. Þannig að við erum svolítið að sjá aukningu í þessu og það hefur orðið vitundavakning í heilbrigðiskerfinu varðandi heimilisofbeldi almennt og núna sérstaklega gagnvart öldruðum. Ef ég tek bara dæma aðeins mál þar sem við erum að ræða eldri einstaklinga og fullorðin börn, þá þetta eins og var komið fram hérna í morgun að það þetta fjárhagslega ósjálfstæði gagnvart þolandanum. Börnin búa inn á fullorðnum foreldrum sínum, beita þau miklu ofbeldi, taka alla peningana þeirra, nota fýlustjórnun, nota alls konar stjórnun í heimilinu og oftast einhvers konar neysla í gangi í þeim málum sem við höfum fengið til okkar. Þannig að við höfum eftir að sjá, í þessari viku ég búin að taka á móti 3 einstaklingum sem eru yfir 8 sem að hafa orðið fyrir heimilisofbeldi. Þannig við sjáum töluverða aukningu í þessu. Og svo bara kynjaskiptingin svona aðeins að lokum. En náttúrulega flestir þolendur konur hjá okkur eins og staðan núna. Ég veit ekki af hverju að snerist liturinn þarna, en bara svo þið áttu ykkur á því. Og að þarna 2025, þá stærsti hluti ennþá konur, við sjáum að karlmönnum fyrir fjölgandi hjá okkur líka. Það aukning í þeim og við erum aðeins að sjá, kannski þeir eru fleiri kallmenn hjá okkur núna af þeim sem eru 67 plus, en þá eru það fleiri kallmenn af þeim sem hafa leitað til okkar núna árið 2025. Þannig að þetta svona bara aðeins fyrir tölfræðina. Ef Agnes hefði verið með mér þá hefði örugglega talað aðeins miklu lengur, af því ég náttúrulega ekki sérfræðingur hennar sviði. En þetta svona það sem við vildum vekja athygli á, að við erum til staðar fyrir ykkur hvenær sem og eina sem þarf að gera að leita til, má meira að hringja bara í heimilislækni og óska eftir aðkomu okkar. Þannig að hann sendi beiðni. Þannig að þið vitið af okkur og þið það sem við erum að bjóða þessi þverfaglega þjónusta og það fá þetta allir óháð stöðu, stétt, kyni og aldri. Og sama hvort þú sért einstaklingur sem í neyslu, þú fær líka boð að þiggja þjónustu áfallteymis. Eða að glíma við geðrænan vanda, skiptir okkur ekki máli. Það fá allir sömu þjónustu og sömu virðingu frá okkur þegar þeir mæta til okkur. Takk fyrir.